verið margblessuð og sæl, kæru vinir, nær og fjær. Herru, ég bara farin að rýma, ég hérna farin að semja ljóð. Við erum hérna mætar, Rebekka og Sóla, júhú, í Kilroy-kastinu á áætlun. Sóla mín, fersk eins og alltaf. Aldrei verið ferskari. Það er fössari og þátturinn í dag, hann er svolítið skemmtilegur af því að við erum að fara að fá til okkar góða gesti. Já, gesti sem flestir þekkja held ég. Já, ég myndi að halda það líka. Eða sko, ef þú þekkir það ekki þá segi ég aftur, hefur þau búið undir steini? Já, það er eiginlega svolítið þannig. En hérna, Dísa og Júli hér ætla að koma til okkar hérna eftir smá og þau ætla að ræða bara svona þeirra ferðareynslu. Hún er að mér skilst svolítið mismunandi. Já. Og aðeins að segja okkur frá til dæmis nýjasta ferðalaginu þeirra. Þau fóru fyrir á þessu ári með Lily Baby til Asíu í dágóðan tíma. Ég held að vera mjög áhugavert að heyra hvernig það fór og aðeins svona bara fá pínu innsýn inn í það. Já. Þannig að við bara bjóðum þau hjartalega velkomin inn í stúdíó til okkar. Verið velkomin. Takk fyrir. Dísa og Júli Heiðar mættust hérna til okkar. Við erum mættust. Þeir eru mættust. Svo gott að fá ykkur. Já, gaman að koma. Já, mjög gaman að koma, sko. Æði, hérna, við ætlum bara að vinda okkur bindi í hérna pínu spjall, ferðarspjall, ykkar ferðalög, ferðareynsla, aðeins svona, farið yfir eitthvað svona skemmtilegt, en áður en við förum í það. Þá, við gerum þetta alltaf þegar við fáum gesti til okkar. Sóla ætlar að spyrja ykkur nokkura svona hraðaspurninga. Já, það verða að vera hraðaspurningar, sko. Þetta er bara svona til að brjóta ísinn og kynnast ykkur aðeins, þó að flestir náttúrulega þekki ykkur kannski, en... Ég verð, sko, því ég heyri hraðaspurningar, þá verð ég bara... Það er svolítið triggerandi orð. Ok. En við getum þetta. Já, það er engin tæmer enn þannig, þetta er bara, hérna, bara fyrst sem ekkert eftir hug. Já. Ok, fyrsta spurningin er, hver tekur með sér meiri farangur? Dísa. Ok, það er rétt, ég tek meiri farangur. Ég er mjög léleg að pakka. Þessi var auðveld. Þetta var bara svona ein ísing til að byrja. Mál er þegar... Þetta eru hraðaspurningar. Já, ég gæti samt talað endalaust um þetta. Ég var líka nanosek að svara þessu. Dísa. Ok, næsta, strönd eða sundlaug? Strönd. Sundlaug. Ok. Já. Já, ég bara fattaði um daginn að ég elska að vera bara á sundlaugabakkanum, sko. Já. Það er þægilegt. Já, ég elska það ekki. Nei. Mér finnst það eiginlega frekar leiðilegt, sko. Já, svona til skiptis bara. Já. Er það ekki bara flott? Já. Örugglega, jú. Ég stend með mínu svari. Já, ég stend alveg með mínu svari, en ég er að segja bara... Sömu svörin. Nei, en það er bara fínt að gera þetta til skiptis. Ok, höldum áfram. Ok. Þriðja spurning. Hvað er síðasta lagið sem þið hlustuðuð á? I went to hell and back. Já, Anna sem vann Eurovision. Hvað núna, heitir Í fyrra. The Code. Já. Það er út af börnunum okkar. Þau eru eitthvað obsessed af Eurovision núna. Það er bara Eurovision-lög í gangi. Er það ekki alltaf hverju ári bara frá mæ til október hjá öllum börnum, öllum leikskólum? Jú. En ég er svona áttum á því núna að það sé þannig og það er alveg erfitt. En bara gaman líka. Ok. Flott lag, samt. Já, flott lag. Ok, fjórða spurning. Plana eða láta hlutina ráðast? Plana held ég. Er það? Jú, plana. En svona hafa eitthvað opið líka í plan. Já. Svo líka þetta sko plana of mikið. Það er alveg hægt. Þetta eru hraðaspurningar, ég ætla bara að endurtaka það. Já, ég ætlaði að fara að segja frá veitingastanu sem ég pantaði einn svona á fyrir okkur. Já, ok, það er bara eftir. Ok, höldum áfram. Ok, svo bara einn svona létt í lokin. Hver er næsti drauma áfangastæður hjá ykkur? Japan. Japan? Já, ok, ég ætla líka að segja það. Ég er til í það. Það er gott svar, mjög gott svar. Geðveikt. Já. Takk fyrir þetta. Þetta voru hröðustu hraðaspurningar sem við vinnum. Já, ég var líka alltaf að segja Júlía hætt að tala. Já. En við erum farið í quiz, sko. Já. Þið þekki pressu. Já. Mikil pressa hérna hjá okkur. Mjög gott svör. Þið fáið 10/10. Já, skegja. Mjög vel gert. Æði, ég hérna þá svona ísinn brotinn og svona við erum öll búin að kynnast aðeins. Fáum við ekki að taka hraðaspurningar á okkur? Nei, við gerum það bara í næsta þætti. Við tókum hvora aðra í fyrsta þætti. Já, ok. Mér langar, já mjög alveg
Jú það vil ég eitthvað í hug nei, okkur langar svo að spyrja ykkur í dag mér langar að byrja á því að þú veist, að því nú erum við ferðapodcasti og við erum alltaf að tala ferðalög og erum að fá til okkar fólk sem hefur ferðast alls konar eitthvað öðruvísi þið eru með svolítið mismunandi ferðabakgrunn Já, mjög mismunandi. Júlí hefði náttúrulega bara ekki farið til útlanda fyrir en við kynntumst. Dísa svolítið, sko við erum búin að vera saman í einhver góð 5 ár held ég og Dísa svona búin að vera með það markmið einhvern veginn að sína honum heiminn. Sína mér staði sem hún hefur áður séð eða bara sína mér heiminn svolítið. Og ég alltaf bara svona eins og lítið barn á eftir henni bara En mér líka svo gaman að þú sjáur eitthvað sem ég veit að ég geggjað og ég svona fylgjast með honum, skilur vera að upplifa það er mjög skemmtilegt. Já. En við fyrir nú líka alveg okkur nýja staði líka sem ég hef ekki komið á. Já, við gerum það líka, sko. En við erum með mjög ólíkan, ok, þú hefði nú alveg farið til útlanda róm okkur. En Já, ég hafði farið til útlanda, ég hefði verið að keppa í dansi og eitthvað svona farið eitthvað og fótbolta en bara Evrópu, aldrei út fyrir Evrópu. Og mikið að vinna líka með sko svona sólalandaferðir svolítið, eitthvað svona Já, það náttúrulega svolítið bara foreldrar mínir voru bara mjög svona, hvað ég segja, einfaldir. Þau eru bara einfald. Þau vilja bara eitthvað svona Benidorm. Já. Hver vill ekki Benidorm, skilur við, menna það er Beni og Beni. Já, það er bara flott, sko. Það bara, ég virði það og Þú þekkti líka ekkert annað. Núna veistu að það er margt annað til en Benidorm. Já, ég er búin að komast að því. Takk Dísa mín. En ok, við förum þú út í aðeins ok, ef að Júlí er búin að vera í Evrópu og Beni á tenni og eitthvað hvað ert þú búin að vera? Af hverju ert þú svona víðförul? Ég ferðaðist mjög mikið með foreldrum mínum. Ég er svona örverpi, sko. Ég er lang yngst, ég á 2 eldri bræður og þeir voru alltaf erlendis að tefla. Þeir eru stórmeistarar í skák og voru bara alltaf í útlöndum að tefla á okkur mótum og þannig ég var alltaf eitthvað svona ein með mömmu og pappa og þau eru einmitt ekki svona tenni fólk. Þau vildi alltaf fara í svona mjög mikið svona borgarferðir og eitthvað svona þannig staði mikið á Ítalíu, svona Ítalía, Þýskaland, eitthvað þannig og mjög lítið Spánn en þú veist, eitthvað líka og þannig ég var eiginlega bara svona alltaf með þeim og mjög oft í svona ferðum sem voru eiginlega svona fyrir eldri borgara en ég alltaf svona með þeim einhvern veginn á kantinum og sko eitthvað listasöfn og eitthvað svona dót þannig ég svona var mjög snemma mjög hrifin að ég að ferðast mjög menningarlegt Já, það festist hjá henni festist hjá henni, ef við förum til dæmis einhvert þá yfirleitt erum við komin fyrir framann einhverjar kirkjur og komin inn í þær og svona, bara svo mikið að skoða alls konar svo leis en svo var ég náttúrulega líka búin að ferðast mikið með Reykjavíkudætrum við erum búin að spila át alla Evrópu og í Kanada og eitthvað svona og svo alveg í einhver ár 9 ár eða eitthvað og svo var ég flugfreyja líka nokkur sumur og þá var ég svolítið að obsessa yfir Bandaríkjunum, fannst ógeðslega gaman að fara í þú veist á nýja staði í svona stoppum og þannig og eitthvað meira með ferðalög. Já, þú fórst í svona heimsreisu. Já, svo fór ég í svona heimsreisu að finna sjálfa mig þannig að þegar ég var 20 eða eitthvað með vinkonum mínum. Og það var þá Asía eða? Já, það var Asía. Já. Við endum reyndar í LA og eitthvað, vorum aðeins í Bandaríkjunum í lokin. Þannig að fórst hringin í kringum heiminn? Nei, við fórum ekki alveg hringin, við vorum mest í Asíu. Þú veist, ég hefði viljað fara til Ástralíu og eitthvað svona líka en þú veist, við vorum bara svona að reyna að hemja okkur. Já. Þannig ég á það eftir. Já, við gerum það þá kannski bara saman. Já, aldrei að vita. Japan og svo Ástralía? Já, það var ekki rétt. Það er ekki bara flott. Það hljóma mjög vel. Ég elska hvað það er bara heiminn og haf hér á milli. Bara bókstaflega. Já, það er þannig. En þið fóru visslega saman núna í pínu framandi ferð, nýlega. Já. Heldur betur. Júlí var ekki mjög samfærður svona til að byrja með sko. Ég þarf oft svona aðeins að samfæra þig hluti. Ég held að ég sé sko nummer 1, 2 og 3 svona smá bara kvíðapjessi þegar kemur að ferðalögum. Já. Ég er það sko, ég er það sko og mér fannst svolítið kvíðavaldandi líka að vera með barn. Við vorum með þess að hvað vorum gömul hún var 7 mánaða 7 mánaða gamalt barn með okkur núna þegar við fórum til Thailands í janúar og ég fekk nafnið Stressi þarna í þessari ferð ég er alltaf svo stressaður sko. En ég er að hitta sálfræðing og við erum að vinna einhvern veginn úr því Farlegt
En ég viss með þessi ótrúlega margir sem tengja samtalið líka við þessa típu eru líka ferðakvið sko. Stressi eðlilega, sko, ég skilði það alveg ég alveg líka stundum en þú veist, þú ert náttúrulega tölvert meira en ég þú ert líka alltaf, þú stressaður með svona tíma þú ert alltaf einhvern veginn svona að vaða á undan og ég eitthvað svona, sé þetta, og svo bara ég bara, hvað Júlí? Þá hann bara eitthvað svona keyra með vagnin, bara komin eitthvað lengst. Dísa var rosa hissa yfir því að ég var aldrei með myndavélina eitthvað mikið á lofti. Ég var alltaf bara að hugsa ok, við erum að fara næst hérna, býtum við dagskrán Þetta er myndir af því hann svo mikið að pæla hvað næst og hvert ég að fara og hvað hótel hér, býtum hvert fyrir við núna. Ég fatta það bara, ég ekkert mjög góður í að njóta sem ekki kostur. Nei, það þarf svolítið að minna þig á það. Já, svona, Júlí, njóta, já, alveg Já. Þannig að En þetta var líka, svo kannski ertu líka pínu brendur að því við höfum alveg verið að fara fórum einhver tíman til Króatíu fyrir einhverjum 2-3 árum og þá var ekkert beint flug til Króatíu og mér finnst alltaf svolítið gaman að ég vil eiginlega alltaf fara á staðina sem ekki beint flug sem mjög óheppilegt en það var ekki komið þarna, nú náttúrulega byrjað að fljúga beint til Split en þá byrjuðum við sko að fara til Ítalíu tókum síðan ferju yfir til Króatíu og keyrðum þaðan eftir öllu inn í Bosníu og keyrðum og ég bara við erum svo stuttur á Bosníu við erum að fara til Bosníu þannig við fórum inn í Bosníu vorum þar í 2 nætur eða eitthvað og svipurinn á Júlí er bara svona Júlí þurft að keyra og ég skil, það er stressandi og þeir elska lögreglan í Bosníu elskar að sko að svona taka fólk og tók lögreglan í Bosníu? Nei, hún tók okkur ekki sko, ég keyrði náttúrulega mjög varlega en það sem gerðist í Bosníu var það að internetið er svolítið dýrt þar þannig að nota Maps var ekki boði nema að komast í Wi-Fi finna, þú veist, leiðina Já, það var svolítið frumstætt og vera svo bara að vona að Maps myndi ekki krassa í símanum þannig að við gætum keyrt eftir sko. Já, það var ekkert með GPS í bílnum eða eitthvað þannig það var ekki gott það var eitthvað GPS eða ekki það var bara lélegt ég held sko að það hafi bara ekki verið GPS í þessum bíl nei, kannski var ekki eins og GPS ég man ekki annars hefðu örugglega notað það sko þetta var svona þetta var pínu, já, en það var geggjað það var ógeðslega næs og það var svo ódýrt líka og við vorum okkur geggjuð hóteli og það var æði Matthew Gorje sem er svona trúarnöttara má segja það nei, bara svona ofurtrúar staður það sem að er bara ein gata svona cirka 100 verslanir sem selja Maríu Mey, svona styttur og hálsmenn og allt svo leiðis og svo bara ein kirkja og það er bara ógeðslega mikið af fólki þarna en rosa upplifun að fara þarna sko. Og það er í Bosníu? Það er í Bosníu, það var alveg ekki og svo enduðum við í Split já. Í smá svona chilli fyrir Júlí hann þurfti á því að halda eftir þetta allt saman eftir þetta naksturinn þetta er bara rétt hjá Bosníu þetta er bara hana rétt hjá svo vorum við í Bosníu Svartfjallaland það er þetta stopp þá tók ég upp rauðan happin okkar sem stendur á stopp á hann ég sé eitthvað svo fyrir mér í lókin Dís alltaf njóta, Júlí, njóta sko, ég skil ekki akkur það er ekki búið að sko, senda með okkur eitthvað svona kamerukrú út af því að þetta sko, ég held að sko, árekstrarnir okkar á milli séu mjög skemmtilegir fyrir fólk til að horfa á í svona ferðalögum sko. Já, bara við erum svo ólík Já, ég held það sko Þetta er kannski einhver hugmynd bara Þetta er hugmynd Einhver er að vinna á Stöð 2 sem er að horfa að hlusta Það er komið hérna nýtt efni Gæðvögt Þegar þið fóru til Króatíu og Bosníu þá voru bara 2 Já Það er líka allt annað sko, þú veist að vera bara 2 eitthvað að slæpast sko það kemur aðeins svona smá meira stress í stressa sérstaklega þegar það er bann með eða börn sko, eðlilega það er svona aðeins meira maus en þú veist en ekkert samt eitthvað mikið meira maus þetta er bara svona, þetta er kannski aðeins minni bara tími sem við eigum saman í einhverju svona alltaf þegar við setjumst niður þá erum við kannski, þú veist, að gefa henn að borða eða eitthvað svona og svona Já, eitthvað svona hún þarf að leggja sig eða eitthvað þannig sko, en ég fóð með stráki minn þegar hann var örugglega eitthvað svipuðum aldri, þá fór ég með hann til Bali og þú veist, mér fannst það bara æði, mér finnst alveg mjög fínt að ferðast með unga börn svo lengi sem þetta eru róleg unga börn, skilur, ég er bara búin að vera heppin, skilur, þú veist, en það hefur alltaf gengið vel sko,
svona meðfærileg á, þú veist, áður en verða eins á svo fara að labba út allt og svona. Já, eftir X aldur þetta orðið aðeins meira vesen, sko. Þannig að þetta var kannski svona frekar þægilegt upp á, hún var 7, 8. Já, þetta var flott. Já, hún var tími, mjög fínum aldri, mjög tími, sko. Það var bara mjög þægilegt, sko. Já. Ok, hvernig svona, þú veist, undirbúningurinn fyrir ferð með barn, hann mjög frábrugðin því eins og þegar þeir eru að fara bara 2? Þetta ótrúlega mikið sem þarf að hugsa út í? Þú kannski svara þessu. Já, því að ég svolítið sé þetta. Stressi sér þetta. Nei, sko, þetta náttúrulega svona stóri hluti sem þarf mögulega að taka með. Eins og að taka með kerru bílstóll eða eitthvað, sko. Og þá þarftu að vera með einhverja svona, þú veist, eða þú ert að fara eins og til Thailands að vera með einhver svona sérstaka sólhlíf á kerrunni og eitthvað svona alls konar svona litli hluti sem maður þarf að huga að, sko. Og eitthvað flugnanet og allt svona. og spray og allt það, en ég meina það bara klassíst, held ég, hvert þú ert að fara þú ert að fara í hita. Nei, veistu, mér finnst það ekki, það alveg bara þessi stóri hlutir, en svo líka við náttúrulega pökkuðum fullt að við vorum að fara til Thailands. Þannig að ég pakkaði, þú veist, það svo bara allt annað vöru úrval í Asíu og þannig að ég pakkaði alveg, þú veist, bara bleium sem að hún notar og eitthvað svona, tók eitthvað svona smá þannig með og eitthvað mat og eitthvað hérna já, við vorum með svona, tókum bara okkar mat svolítið, sko, fyrir hana bara svona just in case, en svo náttúrulega týndist taskan okkar með öllu í en þá líka fattaði ég, sko, smá eitthvað svona, ok, þú veist, þetta reddast alveg, skilji, þú veist, þá við fórum bara í eitthvað mission að finna eitthvað bleiur, þær voru skrítnar, en þú veist, það virkaði alveg, það var skrítin matur, eitthvað svona barnamatur til. En ég meina, barnið okkar líka ekki matvant núna. Nei, hún borðar allt. Hún var bara farin að borða saman og við vorum að borða þarna úti, sko. Okay, hún veit bara, she likes it spicy, apparently, sko. Það bara, það magna, sko, þannig að, þú veist, ekkert að vera að taka með neitt, bara þú veist, það var svona, það alltaf læg svona fyrstu dagana líka, ef maður eitthvað svona að hugsa, þú veist, bara upp á, maður veit kannski ekki alveg hvað búið eða hvort það sé mikið mission eða eitthvað, þannig að mér finnst alveg fínt að vera með eitthvað svona fyrir fyrstu dagana allavega, svo reddast það bara, skilji. Þannig að, þú veist, ég myndi, nei, mér finnst ekki, þetta aðalega stóru hlutinir sem eitthvað svona leðilegt að dröslast með henn, þú veist. Það það eina. En það bara leðilegt að dröslast með það á ferðalaginu sjálfu. Ferðalega sjálft líka aldrei, eða þú veist, það alltaf smá bras saman hvað. Það að brasast. Maður verður bara að embrace it, sko, það bara algjörlega. Svo þegar maður komin, þá þetta bara næs. En þið fóruð alveg á nokkra staði, það ekki? Jú. Í Tælandi. Þið voruð alveg á sem á flakki. Við vorum á flakki. Ég náttúrulega hefði alveg vilja vera á meira flakki, en við vorum að reyna að fara smá millileið þannig sem að tókst mjög vel, en við náttúrulega bókuðum þetta í gegnum Kilroy og Rebecca. Hún Rebecca hér hérna var búin að bóka, við vorum alltaf búin að tala við þig um hvernig við vildum svona sirka hafa þetta og mér fannst við ná mjög góðum svona millivegi með þetta. Við vorum alveg eitthvað stopp á einhverjum stöðum, þannig að það var alveg svona smá tími til þess að slaka, en svo gáttum við líka farið í ferðir á, þú veist, okkar vegum og eitthvað og við vorum búin að bóka eitthvað og það var bara mjög svona vel heppnað, myndi ég segja, sko. Klálega. Og svona fjölbreytt líka, sem var gaman. Gera svona smá öðruvísi. Ég manum þetta alveg í byrjun, þá við byrjum svolítið bara hérna í A og hérna í Ö og svo bara náðum við svolítið að finna gullna millivegin undir lokin. Klálega. Já, sem mjög fínt, sko, líka því þegar maður þú veist, maður ekkert eitthvað alltaf í Asíu þó ég hefði vissulega farið til Tæland, þá maður samt eitthvað svona hvað, þú veist, það bara gott að fá, þú veist, þessar ráðleggingar þegar maður átti sig ekkert eitthvað alveg á því hvernig þetta og þú vissi náttúrulega að vera að fara með barn og svona, þannig að það var mjög gott, sko. Já, þetta var góð ferð. Já, það eitt í viðbót með barnið, þið vorum að tala það. Hérna, náttúrulega í Tælandi engir, sko, það ekkert barnabílstólar eiginlega ekki konsept, sko. Nei, þeir voru samt með eitthvað fyrst og eitthvað, en svo maður smá, svo þeir bara okkur tuk-tuk og maður bara, þú veist, maður þetta bara smá inn í þann stemmara. Inn í menninguna, svolítið bara, og þann stemmara, sko. Og það eru bara heilu fjölskyldunar á okkur vespum og maður bara, ok, þú veist. Við erum bara að gera það líka. Það er svolítið þannig, sko, þannig að maður þarf svolítið bara að blenda inn. Og já, það er gott að þú sért að hugsa þannig. Já, stressi, hann er svona búin að átta sig að því, sko.
gaman að sjá stressa svona þróast kannski í gegnum ári núna á næstunni. Stress að vaksa. Já. Sáli greinlega að standa sig vel. Algjörlega. Hún alveg, hún í yfirvinnu sko. Greið. Nei, ekki veit. En það samt einmitt líka pínu pointið, maður að fara eitthvað svona framandi, eitthvað, þú ert alltaf að fara út fyrir það endaramaðinn, þú ert alltaf að fara, það pínu svona menningamunur og eitthvað svona, þannig að, ég myndi í hausnum núna af ykkur saman á vespu með barnið í fanginu eitthvað bílín. Herðu, við gerðum það reyndar ekki af því að stressi var bara, það ekki séns. Stressi sagði nei. Og ég sagði bara it's okay. Já, safety first. Maður er náttúrulega bara vanur öðru en það heima. Já, auðvitað, Já, en svo þannig maður líka bara byrja eitthvað staðar sko. Svo í næstu leið, þú veist, þá er maður svona gradually bara byggir hún að þetta. Þeir eru skref í rétta átt. Já. Það er allir eitthvað svo stoltir hérna af hann að stressa. Það er eins gott að fólki sem eru að hlusta upplif líka. Þetta stolt sem við erum með, það er allir bara, já. Nei, ég held að þess að segja, ég held að tengi margir við þetta, skilju. Ég held að séu mjög margir sem eru bara með sömu tilfinningar, sko. Fyrir sérstaklega að fara svona út fyrir Evrópu í fyrsta skiptið bara. Þetta er hjút, sko. Já, það er það. Háfri hetja, Júlí. Já, þetta er þroskasagan mín. Þú hefði líka bara ekkert farið í eitthvað svona millilandaflug, var það? Nei, ég hafði aldrei, ég hafði einu sinni millilend og það var þegar ég flög til Írlands. Já. Það var bara London og svo yfir. Já. Þannig að þetta var svona, ferðalagi var smá svona. Þetta var stórt stökk fyrir mig. Já, þú varst líka stressaði fyrir langafluginu. Já, sem að lengdist. Já. Það tala það flug. Getum aðeins farið í það. Sko, ég held að ég sé með eitthvað bölvun á mér, sko, með svona dót. Ég heldur það ekki? Jú, þetta kemur ekki fyrir fólk sem ekki við. Ég var einmitt með Reykjavík í Litáen núna fyrir viku eða eitthvað og þá vorum við að fara í flug til Vilnius og við allir komnir inn í vél og þá bara eitthvað 2-3 tíma senkun og allir inn í vélinni. Elskum það. Þú veist, við erum búin að fara um allt og þær eru bara, við erum aldrei lent í þessu og ég var bara it's me. Ég er nefnilega með pælingu næst þegar við fyrir svona langt þá ætla ég að fara á undan og svo kemur þú bara eftir ég býð bara eftir þér eitthvað Japan eða Ástralíu. Þetta var eitthvað óheppni með sko veðrið. Já, við duttum inn á eitthvað svona. Því vorum náttúrulega að fara í janúar, þú veist, og það var bara skýta veður hann flugum til Oslo, eða ekki? Jú, sko, fyrst byrjuðum við náttúrulega að hoppa upp í vél og það var senkun. Það var senkuna því að þetta var nýja Boeing-vélin hjá Icelandair, nei, nýja Airbus-vélin hjá þeim og það var eitthvað svona rafmagns eitthvað truflun. Hvernig manstu það? Ég man þetta bara mjög vel. Þetta er tráma. Þetta var tráma. Allavega og við vorum komin inn í vél og bara eitthvað, herðu, við þurfum að restarta vélinni og bara eitthvað, ok, þetta er bara. Það var ekkert mikil töf en það var svona samt svolítið, við sögðum við flugfröðunar eitthvað, við erum að fara í tengiflug, bara erum að fara að ná því og þær voru alveg og við bara, þú veist hvað ég var að gera, við bara. Allavega náðum ekki flugin okkar í Oslo út af þessu. Já, til sem sagt Bangkok. Já, mistum af því einhvern veginn. Já, og einhvern veginn í kjölfarið kemur í ljós að sem sagt vélin okkar sem átt að fara til Bangkok, fluginu var bara cancelað út af veðri. Það var skýta veður í Oslo sko líka. Og við, ein taskan týndist hjá Icelandair. Týndist í einhverju eins og kemur fyrir, skilur en bara pílu erfitt þegar maður einhvern veginn að fara í svona langt ferðalag, en ég menna ok. Þarna ætluðum við að hoppa upp í vél til Finnlands, fljúga beint til Bangkok. Þá eru þau búin að breyta, þú veist, við erum ekki að fara að ná tengifluginu og þau breyta ykkur í bókuninni og þetta var svo, og við vorum líka, þú veist, klukkan var orðið margt þarna og við eitthvað fyll eitthvað út til að segja að við erum með týnda tösku og allir í einhverjum röðum og þú veist, fullt af töskum sem týndust, sko, það var ekki bara okkar. Nei. Þetta var svona pínu, já, það var erfitt, það var brekka þannig. Það var ákveðin brekka, ég grét, ég viðurkenni það. Svo þegar Dísa var bara að segja þetta, það var bara Júlí var bara hvítur í framan. Nei, ég er bara komin aftur á flugvöllin í Oslo, ég bara. Og það var líka, þú veist, að klukkan var svo margt að þetta var eitthvað svona að búið að loka öllum svona, hvað heitir það, svona litlum svona servicedesk, lokað. Þannig að við vorum bara, hvað eigum við að gera? Og einhver gæla sem ætlaði að fara að tjekka okkur inn var eitthvað, farið fyrst og segja þeir sem er týnda tösku og veli, ok, gerðum það, svo komum við tilbaka, þannig að við erum búin að loka check-ininu og við vorum alveg, þú veist, þetta var rosa mikið svona miscommunication hjá öllum sem voru að vinna á vellinum líka, sko. Rosa mikið. Það var ekki bara bölvunin sem hvílir á mér, þó hún hefði vissulega spilað inn í. En þannig að þetta var, já, Júlí fór að
Það má ekki hlæða því, en það er mjög eðlilegt. Við vorum náttúrulega svo líka kvíðin út af bara við vissum ekki hvað við gætum gert. Náttúrulega mjög gott að geta þá hringt í Kilroy, það kom sér líka sko mjög vel. Annars veit ég ekki hvað við hefum gert. Nei. Ég mun aldrei gleyma símtalinu sem ég átti við Júli á flugvöllunum. Og svo bara, þegar þú veist að hlaupa á vellinum með mig í síman. Og ég bara, oh my god. Á einhverju tímabúti hef ég örugglega verið dónalög við þig og grátandi á sama tíma í síman. Ég byrst afsökunar á því. Ég var bara í sko. En Rebecca hélt samt rósinni. Rebecca hélt rósinni. Ég hugsaði svona nokkrum dögum seinna, bara vóka, hún var bara eitthvað, það var allt í lagi, við bara finnum út úr þessu, svo heyrði ég bara í lyklaborðinu og heyrði bara Ég var bara í sjötta gír hérna bara 1, 2 og þú veist. Já, ég var bara í kvíðakasti 1, 2 og. En sko málega, ég sé svo, ég hætti að taka myndband þegar þú varst, ég náttúrulega var að taka þetta allt upp og fyrst var eitthvað smá eitthvað bögun í byrjun, svo var þetta alltaf bara verra og verra og þegar þú varst grátandi og þá var ég bara hætt að gráta. Ég sé svo eftir að ég hef ekki tekið þetta upp og myndband þegar ég var bara hættu, bara taktu þið saman í andlitinu, við þurfum að finna ykkur að leið. Já, ég geri það. Með krakkan. Ekkert eðla, hún var bara ekkert eðla slög, bara hvað er þetta var, við bara fáránlega heppið með barn, hún var alltaf bara lelele, hún var aldrei grenjandi, hún var bara ekkert eðlilega slög. Bara ég. Þetta er svo góð. Líka því að þegar þú varst í símanu þá heyrði ég bara í Dísu svona í bakgrunn eitthvað, nei, við erum þarna eitthvað og Júli alltaf býta hlaupa. Ég alltaf gjammandi fyrir aftan eitthvað, við erum eitthvað. Þetta var alveg sko. Allavega hana, þú rettaðir okkur gistingu. Já, þú rettaðir okkur hana og sendir okkur á okkur hótel og við bara Það var mjög gott. Það var svo gott að koma þarna inn. Og fá að borða. Og hambúrgarinn sem við fengum. Besti hambúrgarinn sem við fengum. Í Oslo. Já, í Oslo. Það var mjög næs. Við vorum döið. Þegar þú tókst fyrsta sopan af bjórnum sem þú pantaði þér, það var eins og bara I'm alive. Það var bara En já, allavega sváum vel og Já, sem var mjög gott sko. Við vorum alveg útkvílt þarna daginn eftir og vorum bara tilbúin í round 2. Leið til Bangkok og Býttu, það var eitthvað vesen þá líka. Já, það var svo mikill snjór að leigubíllinn, það tók hann bara allt og langa tíma Við vorum í leigubílnum bara að fara að öskra því við erum bara að missa þessu flugi líka. Hann var bara fastur í einhverjum skabli og við vorum bara, þetta er eitthvað grín. Ég var bara, eigum að fara bara aftur heim Já, við tókum alveg þó umræði Við vorum alveg bara, eigum að beila Taskan var líka horfin og þarna var barnamaturinn sko. og allt svo leið sko. Öll fötin mín Þannig að ég var ennþá í sömu nærbuxunum og í sömu sokkunum daginn eftir þannig en við komumst á völlin og þar enduðum við í einhverju röð af því að náttúrulega fluginu var cancelað deginum þarna áður þannig að það var rosa mikið af fólki að fara í flug Svona ekki mjög hressu fólki Ekki hressu fólk og við hlupum þarna með töskuna fyrir vagnin hlupum með það í outsized rosa mikið af myndböndum af Júli að hlaupa og hlupum í gegnum alla flugstöðuna og hlupum inn að geti og upp í vél og fáum okkur sæti kemur ekki ljós að það er svo mikil ísing á vélinni að það varð 4 tíma senkun fyrir 11 tíma flug og við vorum inn í vélinni 11 tímar það? Jú, það voru 11 tímar við vorum inn í vélinni í 4 klukkustundir áður en við fórum í loftið með unga barn sem grét ekki ég grét smá þá held ég úr hlátri sko Já, við vorum ég ringdi í mömmu og ég var sko hágrátandi úr hlátri því ég var bara þetta er ekkert eðlilega galið það sem við erum að lenda í Þetta var svona geðshræringar Já, en þau voru mjög næsatnum borð þau leta okkur fá vatn og eitthvað þó þau hef ekki megað einhvern veginn dreifa út einhverju mat og svo leiðis Nei, þau voru svona alveg að passa upp á mann sko En svo var þetta líka, þetta var svo skrítið að þetta var bara í beinni útsendingu á einhverjum skjá fyrir framan okkur þegar þau voru að afvísa vélina Varst þú að fylgjast með því? Hvernig tekur þetta svona langan tíma? Þeir voru með 2 bíla, sikk voru megin við Varstu að horfa á það? Stúla alla flugvélina Það fór alveg fram með mér Þeir voru búin með nefið á vélinni og það var búið að taka einhvern klukkutíma Svo þá hugsaði ég bara hvað þeir eru eftir vængina, þeir eru eftir alla vélina, stór vél þeir eru eftir líka stélið bara hvað erum við að fara enda í 4 tímum og þú allan tíman að horfa á þetta í beinni Jæja, því sem ég nú sérðu, þarna eru þeir að taka væng Þetta voru alveg fram með mér sko Já, það er rétt
En þetta var, þannig að þetta var kannski full langt flug sko og þetta hefði nú kannski, auðvitað er þetta pirrandi en ég var alltaf svo stressuð bara því við vorum með hana, þá var maður eitthvað svona góð núna, svo var hún bara góð allt flugið. Já, en við mistum á næstu vel líka út af þessu og það var kannski minnsti skellurinn að því að við vorum náttúrulega bara vissum að það væri ekkert að fara að ganga upp hjá okkur þannig að þegar við komum og vorum við mistum að þessu flug, og þetta góða fólk út í Tælandi sem starfar á flugvöllinu þar Herðu, það eru svo höfðinglegar móttökur þetta er bara hæ, komdu, við ætlum að hjálpa þér, þú ert að labba með okkur við förum hérna, þið voru svo næs ógeðslega næs sko. Svona 10 þetta er svona 10 manna hópur og bara við tökum barnið og bara þetta verður allt í lagi hérna er nýtt flug, þið farið hér og þau voru svo mikla dullur það var ekki mikið eftir, sko tankurinn var tómur hjá okkur og við svona einmitt komum svo í aðra vél en byrju þegar við lendum í Tælandi þá vantaði aðra tösku, var það ekki? Nei, það var ekki það var ekki Bangkok, það var þegar við tókum sér satt næstu vél og enduðum loksins í Phuket þá kemur í ljós að kerrutaskan er horfin þá vorum við með eina tösku eftir það voru fötin mín ég held að það er bara mjög gott fyrir alla í þessari ferð að hafa mín taska sem skilaði sér sko. Ég hef brotnað ef það hefði allt farið frá, sem ég átti sko. En svona, þú veist svona fyrst, einmitt komast að því að þarna voru 2 töskur horfnar af 3 en sko það var eitthvað bílstjóri líka að sækja okkur þarna þegar við vorum komin á áfangastað og það er til eitthvað svona mynda mér og Júlí sem ég tók svona og ég hef aldrei séð bögaðara fólk sko, þetta er bara svona versta mynd sem ég hef séð, við erum bara ekki með snefil af lífsvilja þannig á þessu myndu og bílstjóri sem kom var eitthvað svona lengi að finna okkur og hann var eitthvað, heyrðu ég ætla aðeins að fara, það er hann að færa bílinn og ég var bara, please ekki fara ekki skjöpur eftir þú veist ég bara, ef ég þarf að bíða í 10 mínútur í viðbót þetta var alveg orðið þannig svo tókum við bílinn og hótel okkar var út á eyju þannig að við tókum síðan bát en þarna þegar við vorum að bíða eftir bátnum ég trú ekki að þurfum að bíða eftir bát það verður eitthvað senkun á sem bát en hvað hét eyjan aftur? Manstu það? Ég man það ekki Litla eyjan sem við fórum út á? Já og hétt hún ekki bara eftir hótelinu eða eitthvað og þetta var alltaf ógæðslega næs og fallegt en það fyrsta sem við gerðum, við komum upp á herbergi og litla prinsessan okkar bara ekkert mál fyrir sig að fara svo og við náttúrulega rótuðumst já, sváfum örgli svona 16 tíma já, ég held að áttu það svo sem alveg skilið við áttum það skilið við áttum það skilið Já, klálega Hvað varst þú að hugsa? Nei, við áttum að skilja bara klálega Já, en við náttúrulega svona svo fórum við bara strax í mission daginn eftir að finna eitthvað svona helsta sem okkur vantaði Fundum við eitthvað mál og Júlí var alveg sveittur og þú veist, í sömu nærbuksunum en þá Já, þetta voru góðið 3 dagar í sömu nærbuksunum og sömu sokkunum Já, sem við brendum svo Við heldum brennu þarna fyrir utan á hótelinu En ég held sko, við töluðum ekkert mikið saman held í fyrsta sólarhringin úti Við vorum svo bugaði, við vorum bara svona Ég held að það var alveg slefaði 2 sólarringa þess að við vorum bara svona, við gátum ekki að tala saman Við vorum bara svona að jafna okkur eftir það Bara gott að vera í Tælandi með þér, ástin mín Svo svona eftir 3 daga þá vorum við komin Já, vorum við að tala saman Já, og þá vorum við líka farin að hlæja þessu Já Sem betur fyrr Þá var þetta orðið mjög fyndið, nú er þetta fáránlega fyndið sko. Ég hef aldrei vitað annað eins Eskilur Nei En ég man samt eftir þér á einum tímapunkti bara næst förum við bara til Tenet Dísa Ég var alveg, já, þú jafnaði þig Já, en eftir þess að ferð, nú langar mig ekkert að fara til Tenet sko. Nú er ég til að gera eitthvað meira spennandi sko. Stressi í bata Yes, stressi í bata En hvert, þú veist, þið voru hvað, 3 vikur? Já Og fóruð alveg, þú veist, fóruð í þjóðgarðinn Það var geðveikt Kásó Já, ég hafði ekki komið þangað Nei, við áttum með það samtal og ég var eitthvað mann, ég var að sýna ykkur og ég hef samt held ég aldrei sendt neitt sem er með unga bat, þú veist, undir eins og ég það bara að tjekka á því þú bara, við finnum út við græða, tjókum hana bara með Ég var ekki inn í því samtali Ég hefði stoppað það
sem betur fyrir gerði það ekki. Nei, þetta var ekkert mál að vera með hana, bara easy og svo eru bara allir sem eru, þú veist, í þjónustustörfum á nóti, eru svo almennilegir og þau voru alltaf bara, þú veist, ef við vorum að borða tvö, ekki bara í þessum þjóðgarði, heldur líka bara á þar sem við vorum, ef við vorum tvö að borða, þau voru alltaf bara, eigum að taka hana eða þú veist, eigum að labba með hana hérna og... Sem þau gerðu. Já. Oft fóru að sína henni eitthvað og við vorum bara eitthvað, herðu, við erum bara stefnumóti. Já, bara róm og deyt. Já, þau eru mjög svona almennilega mikil þjónustulund og bara... Alveg rosaleg sko, en þetta er fallegasti staði sem ég hef komið á. Fyrsta daginn þá vorum við að horfa á haverni, bara hópaðum vera að fljúa yfir, það var geðvikt sko. Þetta var geggjað sko. Þetta var bara, ég segi við alla núna sem er að fara til Thailands, ég verði að fara í K-sók, þið verði að gera. Ég var að segja þetta við eitt sem er að vinna með mér, bara, herðu, við fórum, þú veist, þú verður að fara K-sók, þú verður að fara og hann eitthvað, herðu, ég er bara komið ánga. Svo tók hann upp síma og fór að sína með myndir af nákvæmlega sama stað og ég bara, hverjar eru líkurnar? Þú veist, af því að annað fólk ferðast, Júlí. Ég veit að annað fólk ferðast en bara á þessum stað bara á nákvæmlega sama hótel og allt. Þannig að það var æði og ekkert mál að vera með barn, bara easy sko. Þau eru geggjuð, ég tjekka á því fyrir ykkur og þau úti bara, yes of course, easy, bara no problem eitthvað, ég veit bara, ok, let's go. Mjög þægilegt, allt og öll hótelin og þú veist, alls þar sem við vorum, bara svo lítið mál að vera með barn. Það er geggjað að heyra ég svo legum ekki barn, við höfum aldrei prófað að ferðast með barn fullt af fólki líka sem er að pæla, þú veist, hvernig það er að fara í svona ferðalag með barn þú veist, við fáum oft svona spurningar og þú veist, nú erum við bara með fólk sem hefur gert það. Nákvæmlega, en við þekkjum þetta náttúrulega bara með barn sem er 7 mánaða en við gerum okkur alveg grein fyrir því leið og hún fór að vera svona. Þú voru að hreyfa mækin með, manstu? Já, hreyfa mækin með. Leið og við fórum að Nei, hún fór að hreyfa sig aðeins meira svona eftir að vorum komin heim og svona þá vorum við vorum á fínum aldri sko, 7 mánaða og kannski yngra jafnvel sko. Þú veist, þetta var góður tímapunktur þarna sko og sama með þegar ég fór með strákinn minn til Bali hana og allir hana sem að ég hitti þar, þetta var nákvæmlega sama, bara aldrei neitt veginn að vera með barn, allir sjúklega næs. Þú veist, þannig að bara Asja. Let's go. Já, þjónustulindin þar er bara engu lík sko. Já, það er alveg þannig að það gerir þetta allt miklu öðuldara sko. Geðveikt. Þannig að þið mælum með. Já, þið mælum með. Já, þetta er líka bara svo næs að brjóta upp sko fæðingarorlofið. Já. Þú veist, að þegar maður er eitthvað sem er eitthvað heima og ég tala nú ekki eins og við fórum í janúar, þú veist, þetta er alveg svona þetta er gott frí sko. Maður svona sleppir svona erfiðasta mánuðinu minna heima sko. Fólk er heldur ekkert eitthvað endilega að taka sér alltaf, þú veist, þú átt bara ekki marga frídaga inni svolítið sko, fólk sem er í svona klassísku 8-4 starfi þá áttu bara ekki marga daga, en svo að vera í fæðingarorlofi að nýta þá tíma til þess að fara ferðast, ef maður hefur tök á því sko. Já, ég veit geðveikt. En úst, tölum Japan og Ástralíu og eitthvað svona ætlaði að taka allan krakkarskaran bara með það eða hvernig? Nei, við ætlum 2. Já. Nei, eða ekki? Hæ? Ég veit ekki, erst þú búin að plana þetta eitthvað? Nei, þetta átti náttúrulega að vera svona brúðkaupsferðin okkar, eða ekki? Nei, ég veit það ekki. Ok, nei, það er hljóma líka vel, við getum alveg gert það. Ég byrjar að plana þetta alveg sjálfur. Það er engin, hún fær ekkert að taka þátt í því, sko. Nei, við höfum náttúrulega líka bara, þú veist, farið með strákana, þú veist, til Ítalíu og eitthvað svona styttri ferðir. Ég veit ekki alveg hvernig þeir væru í svona löngu flugi. Nei, við komum náttúrulega inn á Vatíkanu og vorum eitthvað, sjáuð þið, þetta er Vatíkanu og þeir bara má ég fá ís. Þá náttúrulega fer enginn heilvita maður til Ítalíu í sko júlí inn í Róm. Við vorum náttúrulega bara 1 dag. Við vorum verðum að sýna þeim eitthvað og svo var bara, það er alltaf heitt á þessum tíma skilji. Ég er það fyrir börnin. Já, þeim var svo drull sko, það var bara við alveg, jæja, förum bara hérna, setjumst á okkur, bara, þið fáið ís. Svolítið þannig sko. En mér er svona gaman að heyra að þú veist, þó að þið hafið lendið í miklu brasi þarna í Tælandi og fór kannski ekki alveg allt eins og átt að fara á eitthvað, en það er samt ekkert að stoppa ykkur í að langa að fara
aftur til Asíu og langar bara að fara meira og lengra Nei, ég held líka bara, þú veist, þegar maður þú veist, það er alltaf eitthvað sem kemur upp á í öllum ferðalögum og þetta er ekkert eðlilega góð saga. Þetta er náttúrulega geggjaðar minningar þó að séu smá svona en þá er þetta samt góða minningar. Þetta er mjög fyndið allt núna sko. en maður getur, þú veist, og maður þarf svolítið bara að embracea það að, þú veist, að það er alltaf eitthvað sem getur komið upp á maður er bara einhvern veginn að go with the flow með það. Ég meina, ég fekk nú matareitrun hérna í Split, mástu? Heldur betur. Ég líka með einhverja bölvun þar, ég bara en það er kannski bara því borða allt. Þú veist, við vorum að geta eitthvað alls konar skrítið að í Tælandi þú varst alltaf eitthvað svona ef við verðum að borða þetta og ég er já, borða þetta og svo Já, ertu að tala um hérna, hvað var það aftur, sportdrykki? Það var ekkert ræðilegt, ég var meira að tala um hana ormana Já, þú vildi kaupa svolítið á ormum þú veist, bara prófa skilur og eitthvað svona en eins og í Split, þú veist, þá var ég fekk mér bara eitthvað kjúklingatakk og ég var bara átt í 3 daga eða eitthvað, 3-4 daga ég var ekki eðlilega veik og við vorum bara í 5 daga í Split eða eitthvað og ég var bara, þegar ég var orðin svo lasið þá er bara, Júlí, farð þú út eitthvað, þú veist, ég var náttúrulega það ég var först inn á klósetti, gluggalösu klósetti bara með upp og niður kannski too much information hvort var þetta góðmennskan þín eða þá að þú vildi bara ekki, ég myndi finna lyktina úr bara skítalykt ég náttúrulega segi bara, auðvitað, ég fer bara ég held að það hefði verið góðmennska ég var bara farð þú, sjáðu heiminn bara, ég ringi ef það er eitthvað bara, ég ætla bara að fá og hvað gerði Júlí frændi? Jú, hann labbaði beinustu leið niður að strönd og fekk sér einn óafengan skítkaldan ég var þar allan daginn þannig að ég fór ekkert að skoða heiminn Nei, það er Júlí að skoða heiminn hann var bara góður þarna ég var alveg, gerður ekkert annan nei, þetta var bara næst sko, ég var bara, oh my god en hann er, hvað segðu á hann stressið er í Bata Já. Hann er að læra hver veit hvernig þetta verður næst Já, við þurfum að fara að skipuleggja Japan Já. Ég elskar hvað, akkur Japan akkur svona harður í Japan, mér finnst það geðveikt Ég held að ég sé búin að heila þú hann með Japan ég er að sesta öllu bara fólk í kringum okkur hefur líka verið að fara til Japan og það er bara gaman að fylgjast með því og ég hugsa alltaf eitthvað, wow, þetta er staður sem ég verið til að skoða Þetta er bara svo að tala um nýjan mann Nákvæmlega Þetta er æði En hann veit líka að er ekki gaman að fara með mér til tenni, hann veit það Við fórum til tenni þannig að þegar ég var kasólétt og ég þurfti bara að komast til útlanda Ég var bara svona tæpast að vera með mega fljúa sko og þá vorum við á eitthvað svona all-inclusive hóteli, bara sundlaug og þú veist, það er svona, þetta er náttúrulega góð stað til að slaka á, ég skil mjög vel að fólk sækja þangað, bara gott veður, auðvitað að slaka á og bara svona rólegt og næs með börn líka og þú varst bara eitthvað, þetta er besta ferðalag bara í heimi bara þú veist, við erum bara hér, bara að tana, bara að chilla, leggja okkur eitthvað og ég bara svona horfði að ég bara njóttu þess, við erum aldrei að fara að gera þetta. Já, þetta var bara stundu það maður að fara í hvíldarferð það má líka alveg gera það Ég var bara aftur og aftur ég er búin að lesa alla bækurnar sem ég var með og ég var bara, ég er bara konni 3 dagar ég er bara góð Sko, svona, þú veist, upptekið fólk þarf líka að fara stundum í hvíld Já, auðvitað það er bara mjög hollt og gott Ég þarf að læra það kannski Það er eitthvað sem við þurfum líka, fólk þarf að hvíla sig líka Það er mjög mikilvægt í hraða nútíma samfélags Já Takk fyrir mig Mic drop bara Vá, þú ættir að fara að halda námskeið, Júlí Já, ég er að fara að bjóða upp á það núna Jú, eftir þetta podcast Ferðalög fyrir stressaða Við hlökkum til Það er mjög gott til að heyra og bara vonandi fáið eitthvað kamerakrú til að fara með ykkur þegar við varum alveg til að vera að fljúga vekk held ég Japan? Japan? Maður segir mér ekki því Japans Það má segja bæði held ég okay. Þetta er flott Japan. Bæði rétt Stenduðu vel Háfrið hetja Já, heyrðu, bara takk kærlega fyrir komuna Það var ótrúlega gaman að spjalla við ykkur og heyra aðeins svona frá ykkar ferðalögum Já, bara takk fyrir að fá okkur, þetta var mjög skemmtilegt Jæja, Rebecca Það var nú aldrei skaman að fá Júlí og Dísu hérna til okkar Já, sammála, mjög sammála Þau eru bara svo hress og skemmtilega líka Já, algjörum mistrar sko En það var bara komið að lókum Já, við viljum bara þakka enn og aftur kærlega fyrir hlustunina og bara hvetja ykkur til þess að followa podcastið á Apple Podcast og Spotify og öllum hinnum stöðunum Reita podcastið, þetta klassíska
kíkja á samfélagsmiðla. Já, Instagram, TikTok. Þetta orðið bara svona mantra sumarsins bara. Já, en alltaf viðeigandi. Já, sammála. Takk í dag. Bye.